Þetta væntanlega boðháttur. Við erum þau sem eigum ekki að bruðla, bara borga. Annar mikill stillingur leit í augu okkar í gegnum sjónvarpsskjáinn og sagði að kreppan væri okkar verk. Við keyptum á marga flatskjái. Sá ágæti maður rekur einkaþotu og sonur hans aðra, en við erum bruðlararnir. Mennirnir sem stálu landinu mínu og ráðamennirnir sem sváfu á verðinum snúa öll á hvolf. Hvítt verður svart og svart verður hvítt. Þeir segja okkur að við séum vandamálið. Þeir einkavæddu allt sem var eigulegt en þjóðnýttu svo tapið. Kreppa auðmanna kemur fram í því að þeir fara 2 og 2 saman í einkaþotum og austurálminn á sumarhúsinu verður að bíða við að klára. Talað hefur verið að frystum eignir auðmanna en ein ágætt kona mismælti sig og sagði frystum auðmennina. Það er besta hugmynd sem ég hef heyrt lengi, út í kuldann með þetta lið. Froðufurstar og gervi elítur hafa aldrei verið mínar stjörnur. Mínar stjörnur skína mikið skærar og eru mitt glamurgengi. Dætur mínar 2, Karin og Brynja Dögg, barnabörnin mín 4, Heiðar Aron 8 ára, Jenny 6, Kjartan 4 og Sigur fyrir 2. Bankarnir hrundu og það sem við fundum í rústunum var mennskan. Upprifin á því sem skiptir raunverulegu máli, okkar nánustu. Fólk sem var ekkert svo náumanni fór að hafa samband. Löngu týndir vinir skutu upp kollinum og við sem þjóð erum að hristast saman. Við erum að tengjast á ný. Ég þusa og ég þræti og ég skammast. En það er á góðum hvötum, enda ekkert svartsýn eðlisfari. Ég er í rauninni bjartsýn miðað við stöðuna og það sem veldur er fólkið mitt. Allt fólkið mitt. Og líkt og Óskarsverðlaunahafa líður mér eins og ég þurfa að telja upp óteljandi nöfn til að færa fólki þakkir. Það er á meðal ykkar nöfn. Ykkar allra sem mæti hér viku eftir viku, þið eruð orðin stórfjölskyldan mín. Þið eru klan sem ég er óendanlega stolt af að tilheyra. Takk fyrir að vera til. Já, þakka þér fyrir þetta, Heiða. En það eru fastir liðir hér á fundi sem ég á að lesa upp og fyrst er að nefna söfnunarfötur. Hér ganga menn með fötur til að standa straum af kostnaði við þessa fundi. Ég var líka beðinn að taka fram að það er ekki opið inn í Borgartúni 3 að loknum fundi hér á Austurvelli. Það eru svo margir fundir þar í gangi í dag, skilst mér. Síðan er svo kallað heimavarnarlið hefur verið stofnað í þeim tilgangi að aðstoða ríkisstjórnina við að efna það loforð að enginn verði borinn út af heimilum sínum vegna nauðungarsölu. Þið sem viljið kynna ykkur málið er bent á að fara inn á heimilin.is. En næstkomandi mánudag, 2. mars, klukkan 21, þá verður haldinn upplýsingafundur heimavarnarliðsins og er áætlað að fundurinn verði í Kaffi Rót í kjallarum. Kaffi Rót er hér í Hafnarstræti. Og ég ætla líka að segja ykkur frá því að norður á Akureyri þá hafa aftur verið teknir upp skipulagðir fundir eða mótmæli, útifundir og að þessu sinni beinist sérstaklega athygli þeirra gegn AGS láninu, skilmálum og leyndinni sem því fylgir. Og þeir senda okkur baráttukveðjur frá Akureyri og auðvitað sendum við það sama tilbaka.
Og annað nýtt sem að verður tekið og hófst í dag, að frá Hlemmi hér eftir á hverjum laugardegi þá verður stendur lýðveldisgangan. Þá verður lýðveldisgangan hérna niður Laugaveginn hér eins og var gert í dag. Og já, þetta eru aðal punktarnir. Svo ætlum ég að minna á heimasíðuna raddirfolksins.org. Nú, næsti ræðumaður Valgeir Skagfjörð, leikari og leikstjóri. Gjörið svo vel.